Komið sæl, velkomin í fyrirlestur nr. 5 sem fylgir með skáktíma nr. 5 fyrir nemendur og í þessum tíma reglur peðsins tekið fyrir þau atriði er varða sérstaklega peðin, því að það ýmis atriði sem gilda peðin sem gilda ekki aðra taflmenn. Þau drepa öðru í sérni ganga. Þau drepa á ská. Við sjáum þetta hvíta peð hérna. Þá getur það drepið þetta svarta peð. Og svarti myndi leika þessi peð sína áfram hérna. Þá getur hvítu drepið þetta peð. Þannig að þau mega ekki drepa eins og þau ganga. Við sjáum hérna svart peð á móti hvítu peð. Þau getur ekki drepið hvort annað. Forritið leyfir það ekki. Ef við erum með svart peð hérna, þá getur hvíta peð drepa þetta peð. Peðin drepa á ská. Það er fyrsta reglan. Önnur reglan, sérstök regla með peðin, er framhjólaup. Framhjólaup er maður leikur peði frá upphafsreit sínum 2 reiti áfram. Og að það lendir hliðina peði anstæðingsins, þá má gera svona. Komum við aftur. Svart peð hérna. Hvít peð hérna. Ef hvíta peði fer svona, má svartu drepa svona. Þannig að það drepur með að fara einn og ská áfram, þó hann lendi ekki á hvíta peðinu. Þetta er nokkuð einfalt, en þetta er svolítið skrítið því að hann er að drepa peðið á reit þar sem það stendur ekki einu sinni sjálft. Þetta er sérkennilegt. Svo taka endæmi. Þetta gildir ekki ef að svarta peð er hérna, það er ekki hægt að drepa neitt svona framhjólaup. Það þarf að vera sem hvíta peði hérna. Leikur alveg hliðina. Nú er þetta að drepa þetta peð með 2 peðum. Það er þetta að drepa svona. Sem verður líka hægt að drepa með þessi peði. Framhjólaup. Þriðja og síðasta reglan er svo að þegar maður kemur peð upp í borð, eins og kallast, hvítu peði á 8. reitarreiðina eða svörtu peði á 1. reitarreiðina, þá má breyta í nýja mann nema kóng. Ekki breyta í kóng. Prófum að leika hingað H8. Breyti rittara. Prófum að leika G8. Eða leika H2 fyrst. G8. Nú getur svartur náð sér í drottningu. Þetta er mjög einfalt, bara hefum peð upp í borð og breyta í nýja taflmann, taka peðið í burtu. Og þetta er voða spennandi hjá krökkum að ná sér í drottningu eða einhvern nýja mann með að breyta í peðið. Það er svolítið svona flott að geta breytt peðinu í einhvern nýja mann. Og krakkar eru nokkuð fljótir að ná því að peðin drepa á ská. En framhjólaupi getur verið flókið fyrir mörg þeirra og það er allt í lagi því að þessi regla skiptir ekkert þannig sem máli þegar krakkar er að byrja að læra að tefla. Skákin getur alveg farið fram milli 2 krakka sem eru nýbyrjaðir án þess að þau kunni framhjólaup. Þannig að það er mun mikilvægara að þau geti náð því að peðin drepa á ská. Svo við höfum tekið nokkuð dæmi hérna. Sem sagt, 3 reglur: peðin drepa á ská, framhjólaupið og peð upp í borð er nýr maður og helst drottning af því að hún er besti maður. Takk fyrir þennan tíma.